Ef við myndum hanna heiminn fyrir fatlað fólk, þá myndi hann henta öllum. Góðan daginn, við heitum Erla og Hulda og erum þroskaþjálfanemar við Háskóla Íslands. Þetta hlaðvarp er hluti af BIA-verkefni okkar þar sem við skoðum stöðu einhverra einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda á Íslandi í dag. Akkurat. Ásamt þessu hlaðvarpi þá ætlum við að gera greinargerð þar sem við tengjum þetta umræðefni við fræði heimildir, alls konar hugtök og svo ætlum við að greina það út frá viðtölunum sem við ætlum að taka hér í, ef við kannski að byrja að kynna okkur aðeins. Já, viltu byrja? Já, ég heiti Erla Kolbrúnardóttir, fædd á Balinn á Flúðum, 28 ára. Ég á einn lítinn 1 árs dreng. Kannski segja pínu frá því af hverju mig langar að taka þetta verkefni eða þetta umræðefni fyrir í BIA. Það er vegna þess að ég flyt norður á einum tímapunkti og fer að vinna í búsettukjarna þar sem var fatlað fólk með áfengis- og vímuefnavanda. Og ég sá svo gríðarlega skýrt hvað vantaði þjónustu við þennan hóp. Mér fannst einhvern veginn mikið fólk koma að lokuðum dyrum og þegar fólk vildi aðstofuna þá einhvern veginn bentu allir á hvorn annan. Og ég einhvern veginn var bara búin að ákveða að þegar ég byrjaði að ég myndi fjalla svona, eða þetta málefni. En þú, hver er þú? Já, ég heiti Hulda og ég er 47 ára og ég er gift og bý í Mosfellsbænum. Ég á 3 börn með fjölþættar þarfir og meðal annars einhverfu. Og ég er einnig hárgreiðslusveinn með sveinspróf og svo er ég áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Og kannski minn áhugi kviknaði út frá áfengis- og vímuefnamálunum vegna þess að þegar ég var að vinna sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi hjá SÁÁ að þá hitti ég þverskurð samfélagsins og þar á meðal voru alveg örugglega einhverjir. Og þegar við byrjum í náminu að þá fannst mér þessi málaflokkur svona jaðarsettra áhugaverður og þá erum við kannski að tala um fanga, áfengis- og vímuefnaneytendur og einhverfa og heimilislausa og mér fannst svona einhvern veginn fókusinn þurfa að fara þangað og vekja athygli á stöðu þessa fólks vegna þess að ég held að fólk sé kannski ekki að velta því fyrir sig hvort að alkohólisti sé einhverfur eða þannig að já, ég held að þurfi svona vitundavakningu það að það er hægt að vera einhverfur alkohólisti. Og svo náttúrulega er gaman að segja frá því að við náttúrulega kynnumst bara alveg í byrjun námsins. Já. Byrjuðum við ekki bara að vinna saman við fyrsta verkefni? Jú, það bara. Og við höfum ekki, höfum unnið hvert einasta verkefni til síðan saman og orðnar virkilega góða vinkonur í dag. Já. Og mjög fljótlega þegar við fórum að spjalla þá komumst að því að þetta var mikill áhugi á þessi málefni hjá okkur báðum. Já. Og við erum búin að eyða mjög mörgum stundum í að ræða þetta sundur saman. Þannig að það var eiginlega, okkur fannst ekki erfitt að velja viðfangsefni. Nei. Og við erum búin að ákveða það fyrir löngu að við myndum að gera það saman. Já. Þannig að það lá beinast við að fjalla um einhverja einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda. Og við ætlum að reyna svona að varpa ljósi á stöðuna og svona hvernig og hvort þroskaþjálfari erindi í þetta málefni. Og já. Mér langar svo að fólk sem hlustar á þetta gerir sér grein fyrir þessari mismunun sem er mín skoðun og ég vona að sé skoðun fleira er að auðvitað er það mismunun að þú ert einhverfur og ert með áfengis- eða vímuefnavanda að þú þurfir að berjast fyrir því að fá þjónustu.
Já. á þeim forsendum að þú ert með fjölþættan vanda. Já, það virðist svona einhvern veginn að sko að kerfin þurfi að tala saman og maður geti verið með fjölþættan vanda og þá kannski þarf meiri þekkingu inn í kerfin og þannig að fólk falli ekki bara á milli kerfa. Og erum við ekki alveg saman á það að við sjáum alveg mjög skýrt að þroskaþjálfi getur verið þessi brú þarna milli þessa kerfa sem að, þú veist, brúin sem að, já. Já, ég held að þroskaþjálfar, þeir náttúrulega hafa einstaka sýn og þeirra hlutverk að ryðja hindrunum úr vegi úr samfélaginu og halda uppi mannréttindum og ég held að það rými alveg við þennan málaflokk og eins og ég segi eftir að frelsi og svona sjálfræði fatlaðs fólks hefur aukist að þá er fólk að njóta gæða samfélagsins og meðal annars nota áfengi og vímuefni og það er bara þannig að það er ekki allir sem að geta gert það sér að skaðlausu og hvað er hægt að gera fyrir þann hóp. En af hverju ákveðu að gera hlaðvarp, Hulda? Því allir eru að gera það. En ég veit það ekki. Er ekki flott að geta búið til sín eigin útvarpsþátt sem kallast hlaðvarp? Ég held líka allan að mér finnst svo, við hefum alveg getað gert geggjaða ritgerð. Já. En við getum líka að hafa hann kost að tala við fólk þetta sem hefur mismunandi sýn á þetta finnst mér koma að skila sér miklu betur út í hlaðvarp heldur en, já. Ég held líka bara að þetta eigi erindi við fleiri og í hlaðvarpi að þá hafa fleiri aðgang að því. Já, algjörlega. Talandi að taka viðtöl, viðmælendur, rokkstjörnurnar okkar. Já. Við byrjum á að tala við hann Arne Friðrik, þroskaþjálfa og verkefnastjóra í málefnum fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg. Fullorðins fatlað fólks, meiri segja. Við vinnum náttúrulega mikið í búsetu, vinnum mikið með deildarstjórum og forstöðumönnum búsetu úrræða í Reykjavíkurborg, þannig að hann er náttúrulega rosalega mikla þekkingu og náttúrulega búin að vinna, held ég, er ekki búin að vinna í 25-30 ár sem þroskaþjálfi. Þannig að málefni fatlaðra. Já. Þannig að hann hefur gífurlega reynslu og hafði frá mörgu að segja. Já. Svo tölum við hana Höllu, áfengis- og vímuefnaráðgjafa og fagstjóra hjá SÁÁ og hún hefur verið að kynna sér einhverfu og hún sagði okkur aðeins frá því hvernig meðferðin væri og eins svona það sem að hún hefur lært í sínu starfi. Og svo tölum við hana Guðlaugu Svölu sem er fyrrverandi verkefnastjóri hjá einhverfusamtökunum og hún er sjálf einhverf og einhverf börn og kom til dæmis að heimildarmyndinni að sjá hið ósýnilega sem fjallar einhverja konur og svo er hún með meðal annars hlaðvarp Ráfað á rófinu. Ráfað um rófið. Já, fyrir ekki. Ráfað um rófið. Og komið svo út með eitt þátt einhverfu og fíkn. Já. Og en hún var beðin að vera með fræðslu fyrir SÁÁ og svo fór hún líka á fíknigeðdeild með þessa fræðslu bara einhverfu og einhvert fólk og hún fór í svona að afla sér upplýsinga og við ætlum að heyra í henni líka hvað hún lærði af því. Þannig að við vonumst til að þetta sé innlegg í umræðuna og ég held að sé mikilvægt bæði að kannski samfélagið sjáu hvað þroskaþjálfar hafa fram að færa og fyrir hvað við stöndum og kannski hvað er hægt að gera til að ryðja hindrunum úr samfélaginu af því að okkar sýn er sú að þroskaþjálfa, það er að segja að við göngum svolítið út frá félagslega sjónarhorninu að
vandinn sé ekki einstaklingsins eða skerðingin, fötlunin sé ekki skerðingin heldur þær hindranir sem að einstaklingurinn mætir í samfélaginu. Og svona fyrst út fann að tala þessum hugtökin, félagslega sjónarhornið. Það náttúrulega vorum við svo heppnar að við vorum í áfanga, áföll, bjargarað og stuðningur hjá henni Helgu. Og við sáum það mjög skýrt að áfalla með nálgun væri bara fullkomin nálgun hugmyndafræði til þess að nýta í vinnu við þennan hóp sem við erum að ræða Já, svona einstaklingsmiðju nálgun. Já. Það sem gert ráð fyrir að flestir hafi upplifað einhvers konar áfall og það alltaf bara margar rannsóknir sýna það að fatlað fólk hefur upplifað áfall, flest allir. Já. Og áfalla með nálgun leggur upp með að spyrja spurninguna hvað kom fyrir frekar en hvað að þér. Já. Svo náttúrulega jaðarsetningin sem við ætlum að Við erum að tala jaðarsetta hópa. Það oft fólk sem sett til hliðar í samfélaginu. Og svo kannski margþætt mismunun. Margþætt mismunum þar sem að einstaklingur verður samtímis fyrir mismunum á grundvelli fleira en eins félagslegs þáttar. Á grundvelli fötlunar, kyns, aldurs, uppruna, félagslega stöðu eða geðrans vanda. Og já. Þetta er mjög spennandi. Já, þetta er mjög spennandi. Ef við ekki bara að leggja í hann? Já.